hvað virðisaukaskattur og hægt að breyta virðisaukaskattsprósentunni. Já, virðisaukaskattur skattur sem á flestum vörum sem við kaupum á Íslandi og flestri þjónustu. Það ekki alveg á allri þjónustu en langflestu. Og á Íslandi ýmist 11% eða 24% virðisauki. Þetta sem skattur sem bætist ofan á vöruna. Ef ég ætlaði að selja ykkur penna og ég ætla að selja pennan á 1000 kall, þá þarf ég að bæta virðisaukanum ofan á eftir í hvoru þrepinu varan Við skulum skoða dæmi. Nú á að lækka tímabundið virðisaukaskattsprósentuna á eldsneyti. Og við skulum segja, við séum með bensín, það kostar 222 krónur líterinn. Með 24% virðisauka. Og virðisauki oft skammstæður af FSK. Á ég þá að finna bara 24% af þessu? Nei, þetta verðið með virðisauka. Ég verð að finna töluna án virðisauka. Hvernig finn ég það? Jú, 24% 24% af verðinu fyrir virðisauka. Ef ég með verðið eftir virðisauka, þá ég í raun að miða við 19,35%. Þannig ég þarf að finna 19,35% af þessu sem þá bara 0,1935 sinnum 222. Það eru 43 krónur. Síðan þarf ég að lækka þá verðið 43 krónur úr 222 því að hér fæ ég verð án virðisauka. Og hérna fer ég niður í 179 krónur án vask. Á þess að vera með virðisauka. Síðan þarf ég að leggja 11% virðisauka á þetta. Og það eru tvær leiðir til þess. Ég get gert þetta 179 sinnum annarkvort 0,11 og bætti svo við, eða sinnum bara 1,11. Því þá fæ ég verðið með 11% virðisauka. Og það koma tölur með fullt af aukastöðum hérna. Ég að námunda alltaf að heilum staf. En við förum upp í 199 með 11% vask. Þannig að verðið fer úr 222 niður í 199. Lækkunin þá 222 mínus 199 sem gefur okkur 23 krónur sem það bil 10% lækkun. Af því að 23 nokkurn veginn 10% af 222. Þannig að það hægt að gera þetta, það líka hægt að fara í hina áttina, en ég verð alltaf að byrja að taka vaskinn af. Ef við erum með 11% vask, þá þetta 9,91% sem við tökum af. Notum þessa tölu þegar við erum að bæta, þegar ekki virðisauki á vörun og við ætlum að finna hann. Notum þessa tölu ef virðisaukin og við þurfum að finna hann. Sama hérna. Ef hann ekki, notum við þessa. Ef hann þá notum við þessa. Þannig að þetta lækkunin sem við eigum vona á þegar að eldsneytisverðið breytist eða lækkar virðisaukaskattsþrep, en það tímabundið, svo fer það aftur tilbaka. Þannig að við eigum eftir að sjá hvort að olíufélögin skila okkur þessari lækkun.